sem við jarðarbúar gerum hefur áhrif á aðra og umhverfið allstaðar á jörðinni. Áhrifin eru mismikil, til dæmis eftir því hvar við búum, hvað við eigum mikinn pening og hvað við erum gömul. Við erum öll neytendur. Allt sem við kaupum, borðum og notum kemur frá jörðinni. Fötin sem við klæðumst, maturinn sem við borðum, tölvan á heimilinu, sjónvarpið, fjarstýringin og lengi mætti áfram telja. En hvernig litu heimilin okkar út fyrir 100 árum síðan? Áttu afar okkar og ömmur jafn mikið dót? Með aukinni tækni og framþróun í samfélaginu hafa kröfur okkar og tækifæri aukist mikið. Í dag er mun meira til af fötum, framandi matvælum og tækjum á heimilum okkar en áður var. Mikilvægt er að við þekkjum öll áhrifin sem líf okkar hefur á jörðina og kunnum að bregðast við þeim. Látum ekki hendur fallast og höfum í huga að enginn getur gert allt, en allir geta gert eitthvað. En hvernig minnkum við neyslun okkar? Það mikilvægasta sem við gerum er að endurhugsa hlutina. Hvað erum við að kaupa og nota og af hverju? Er eitthvað af því óþarfi? Manstu eftir einhverju sem þú hefur keypt þér sem þú notaði lítið sem ekkert? Mataræðið er eitt af því sem við getum endurhugsað. Það þýðir ekki endilega að við ættum að borða minna, heldur skiptir mestu máli hvað við borðum og hvort við erum að henda mat. Matur er misumhverfisvænn og 1/3 af framleiddum mat fer í ruslið. Það er eins og þú myndir kaupa þér 3 epli og henda einu þeirra strax í ruslið. Við getum endurhugsað ferðalögin sem við förum í og hvernig við ferðumst. Förum við til dæmis á bíl í skólann eða hjólum við? Förum við í margar styttri utanlandsferðir á ári eða eina lengri? Allt þetta hefur áhrif. Það er gott að afþakka það sem við viljum ekki og þurfum ekki. Með því að afþakka allan óþarfa spörum við okkur tíma þar sem við þurfum ekki að finna pláss fyrir óþarfan eða finna út hvernig á að endurvinna hann þegar að því kemur. Færð þú stundum óþarfa í jólagjöf eða afmælisgjöf? Gott ráð er að segja öllum gestum hvað þú raunverulega vilt fá að gjöf. Ertu að safna þér fyrir einhverju? Segðu frá því. Það eykur líkurnar á því að þú fáir pening fyrir því sem þig langar í og minnkar líkurnar á því að þú fáir óþarfa í gjöf. Svo má líka velja gott málefni og styrkja góðgerðarsamtök fyrir gjafaupphæðina. Með því að einfalda og kaupa minna spörum við pening og þurfum sjaldnar að taka til. Átt þú einhvern hlut sem þú notar ekki lengur? Það eru mikil verðmæti í hlutunum. Jafnvel þó við séum hægt að nota þá. Föt er hægt að gefa eða selja áfram og svo er hægt að nota efnið til þess að sauma eitthvað nýtt. Sama má segja með hluti. Raftækjum má stundum skila til framleiðanda eða aðila sem gera þau upp og selja aftur. Endurvinnsla er vissulega mikilvæg en við ættum bara að endurvinna það sem við getum ekki afþakkað, sleppt því að kaupa eða endurnýtt. Það er hlutverk okkar allra að hugsa jörðina. Við sem einstaklingar getum gert margt, en stjórnvöld og fyrirtæki eiga líka að sinna sínu hlutverki. Við getum minnt þau á hlutverk sitt með því að senda þeim póst, hefja undirskriftasöfnun, óska eftir fundi með ráðafólki og fleira og fleira. Mundu, við getum öll haft áhrif.